Góðan daginn gott fólk, Heiðar Parkettslípun Íslands. Jæja, þá er ég með flott verkefni sem ég vil endilega sýna ykkur. Hér er ég með gólffjallir. Ég er í gömlu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Þetta eru gólffjalli sem hafa verið olíubornar í gegnum tíðina en orðið freka ljótt gólfið. Og það sem ég ætla að gera er að slípa þetta allt saman upp og ég ætla að lakka þetta síðan. Þannig ég ætla að minnka aðeins viðhaldið. Þannig að fólk þurfi ekki að vera að hamast eða olíubera núna næstu árin. En ég ætla að sýna ykkur hvernig gólfið er og svo sýni ég ykkur hvernig þetta verður þegar ég er búinn að slípa þetta. Hér sjáum við gólfið. Og þetta er nú ekki fallegt að sjá, eins og sjáið. Eins og sé þetta hefur verið olíuborið gegnum tíðina, þess vegna er það svona dökkt, svona hálf gulleitt eða appelsínugult, eins og sumir vilja kalla það. Og það er bara því að það hefur verið sett glæruolía á þetta og með tímanum þá verður þetta svona. En ef ég sýni ykkur hérna inn í eldhús til dæmis, þetta er alveg klassist. Í eldhúsi er náttúrulega svo mikil traffík. Hérna er fólkið, oftast. Og þið sjáu hvað þetta er rosalega eitt. Sjáu bara hérna skellurnar. Hér sjáu bara hvernig fólki hefur labbað gegnum tíðina, sko. Gólfið er orðið svolítið rispað og ljótt eins og sjáið bara. Og hoggið, mikið hoggið og bara ekki glæsilegt að sjá. En eins og ég segi, ég ætla að slípa þetta bara upp, laga þetta, það þarf að hafa svona smá viðgerði hér og þar líka. Og síðan ætla ég bara að lakka þetta og gera þetta eins og nýtt. Og ég ætla að sýna ykkur eftir hvernig íbúðin, hvað hún verður flott. Það ekki? Ég held að hér veitir ekkert af þjónustu. Það er alveg klárt, við sjáum það. Þannig ég ætla að laga þetta allt saman og sýna ykkur eftir hvernig þetta verður. Jæja, þá er ég búinn. Þá er ég búinn að taka gólfið í gegn. Nú er þetta orðið allt annað. Munið hvernig þetta var aðan og það sem ég er búinn að gera er að slípa upp gólfið. Ég er búinn að lakka, ég ætla samt að setja eina umferð í viðbót en ég ætla að sýna ykkur núna hvernig gólfið lítur út. Þetta er orðið svo miklu betra, þetta er orðið allt annað líf. Hér er gólfið, núna. Sjá hvað þetta er orðið flott. Muni förin og þessartar viðgerðirnar, það er orðið. Ég er búinn að gera það við þetta allt saman og sjáu hvað, þetta er bara orðið eins og nýtt. Muni inn í eldhúsi, hvernig það leit út þegar það var svo eitt hérna muniði. Nú er það náttúrulega allt horfið, nú er þetta bara orðið eins og nýtt. Og ef ég rýni svona ofan í gólfið þá sjáu það hvað viðurinn er orðinn fallegur. Eins og segi, allt annað líf, þetta er bara orðið eins og nýtt gólf. Allt annað að sjá, ótrúlega hvað hægt er að breyta þessu mikið. Þeir sýna ykkur, hérna voru mikið af rispum, ef þið munið eftir því. Og náttúrulega máð og hoggið og fleira muniði. Nú er þetta allt horfið. Og íbúðin er orðin eins og ný. En eins og ég ætla til þess að styrkja þetta, þá ætla ég að setja eina lakkumferð í viðbót á þetta. Að þetta er Ísland og við erum alltaf að bera inn sand og grjót og snjó og vatn og fleira. Þannig að það er ágætt að setja bara nógu öflugt lag á svona svo að það þurfi ekki að hugsa þetta meira. Allavega ekki næstu 15 árin, segi ég. En þið sjáu hvað þetta er orðið allt annað, mikið fallegra. Sjáu bara viðinn, sjáu lífið sem er komið núna í ljós. Allt annað að sjá, íbúðin orðin eins og ný. Og það er ýmislegt hægt með parkettslípun. Já, viðgerðirnar hérna, þetta er svona nánast horfið. En þetta er orðið eins og nýtt. Þessi íbúð var nýmáluð þegar ég kom hérna. Og allar vélarnar hjá mér eru tengdar við ryksugubúnað, þannig að það
skiptir engu máli þó að sé búið að nýmála þetta. Listarnir eru hvítir, ég er með sérstaka vélar til að taka alveg upp að listum, þannig að það er ekki eins og allt verði í einhverju rykhófi. En þið sjáðu, það er ýmislegt þarna með parkettslípun, þetta er allt annað, þetta er orðið ný íbúð